gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, þá snúum okkur á heimsmálunum. Ég ætla að slá á þráðinn til Akureyrar þar sem að Hilmar Þór Hilmarsson prófessor er. Vertu velkominn. Mér aðeins að spyrja þig að einu af því að það er stundum sagðar fréttir af því að þessu viðræður í gangi í Abu Dhabi stríðið í Úkraínu, það sem eru Bandaríkjamenn, Rússar og Úkraínumenn, Evrópumenn ekki þar við borðið. Það verið að semja möguleg lok á stríðin í Evrópu en Evrópa ekki aðilega málinu. Hvað heldur að koma eitthvað út úr þessu? Þetta eru svona frekar óljósar fréttir og mjög misvísandi það sem að menn segja að sé þar á borðum. Hefur þú trúað því að það verði samið frið í Úkraínu í Abu Dhabi? Nei, ég hef ekki trúað því. Það var lengi búið að tala að ætti að ljúka þessu, það átti að ljúka þessu fyrir Thanksgiving í Bandaríkjunum, átti að ljúka samningaviðræðum og síðan fyrir jól og síðan fyrir áramót og svo nú komin lok í janúar og nú eru reyndar Rússar komnir frá þeim komnir inn í þetta. Þetta er orðið þríhliða viðræður. Evrópa út úr þessu eins og þú segir. Evrópa stimplaði þessu út úr þessu með því að segja alltaf að ætti ekkert að tala við Pútín, að leysa þetta á vígvellinum og þannig að þeir hafa raunverulega einhvern veginn stimplað sig út, hafa reynt að komast inn í málið í gegnum þetta svo countries of the willing með því að einhverju tryggingu sem gengur ekki að rekur með. Nei, ég held ekki, því það er verið að tala að vanti eitthvað eitt atriði sem vanti upp á eða eitthvað 5% í hvernig mæla þessar prósentur hjá sér, en þetta er eitthvað 20 liðir eða 28 eða hvernig það var, þetta er margar útgáfur á friðarsamkomulagi. Nei, ég held ekki, vegna þess að það er það sem að stendur út á borðinu núna, sem mest talað landamæri Úkraínu eins og þau verða að stríði loknu og það er bara svo stórt mál að það er erfitt að sjá hvernig það leysist á næstunni. Ég sé það ekki fyrir mig. Nei, og erfitt líka ráði það sem Zelenský sagði á Davos, það sem hann var eiginlega að skamma Evrópu fyrir að tala mikið en gera fátt og lét svona í það skína að Úkraína væri mjög háð Bandaríkjunum svona lokin og hann sendi svolítið svona pillur á Evrópu. Já, þetta er mjög sérstakt því að Evrópa hefur gengið mjög langt í aðstofan og síðast með því að taka, var þetta $90 miljardar evru lán sem er á ábyrgð allra Evrópuríkja sem er náttúrulega stór biti fyrir lönd sem eru ekkert aflögu færð tekur. Þetta er sameiginlegt lán sem allt Evrópusambandið tekur, ekki einstök þjóðríki en þau bera svo ábyrgð öll saman fyrir þessu og svo vantar honum meiri peninga en það og löndin eru búin að teygja sig eins langt eins og þau geta og þau búin að tæma sín vopnabúr og svo framvegis. Það reyndi svipað í Hvíta húsinu en það var eiginlega bara hent út. Fundinum var slitið og Trump lét hann bara heyra það. En Evrópuleiðtogar hafa ekki gert það. Hann fór bara með hrað úr Hvíta húsinu eftir það. Hann lenti saman við D.D. Vance varaforseta. En þetta er svolítið undarlegt að hann skuli gera þetta vegna þess að Evrópa er búin að teygja sig mjög langt og er ekkert í stakk búin fjárhagslega til að styðja hann mikið meira heldur en orðið er og er ekki með vopnin heldur sem hann þarf. Hann þarf fyrst og fremst loftvarnir núna, við sjáum bara hvað eru gríðarlega miklar skemmdir sem að verða í Úkraínu, síðan hann ekki með loftvarnir, vopnin ekki til og ekki minnist það kannski heldur ekki í Bandaríkjunum og svo er Trump bara að selja vopn til Evrópu, þú veist að hann er hættur að senda vopn til Úkraínu á kostnað Bandaríkjanna, það fara bara Evrópa verður að kaupa þau og dýr vopn. Þannig þetta er voðalega sérstakt hvernig þetta er. En Evrópa kannski þorir ekkert að segja því það virðist vera áherslan þar að halda stríðinu áfram. Svo er hann með einhverja hugmyndir að Úkraína sé bara farin að detta inn í Evrópusambandið sem er algjörlega óraunhæft, ég vil bara næsta árið eitthvað. Þannig að ég veit ekki hvað maður á að taka mikið mark á þessu tali, En mér fannst þetta ekki vera skynsamlegt og ekki rétt af Zelenský að tala svona til Evrópu því að Evrópuríkin hafa lagt mjög mikið á sig til að hjálpa honum og nána styrka hennar mann og gert allt til að hjálpa honum. Þau hafa bara takmarkaða getu og ef vopnin ekki til, hvorki Evrópu eða Bandaríkjanna, hvað á þá að gera? Ég veit ekki hvað hann er að biðja.
Nei, það kemur í ljós að þessar viðræður muni eitthvað malla áfram og í sjálfu sér ekkert sem hefur komið frá þeim sem að gefur tilefni til þess að draga neinar ályktanir. Það sömuleyti eru yfirlýsingar Zelenský núna, hann eiginlega tregari að opna fyrir það að gefa land. Hann var nærði í einhvern tímann í haust, þannig að það mjög erfitt að ráða í þetta og það sem kemur frá Rússunum er eiginlega vonlaust að lesa í, en það má lesa í hvað er að gerast á vígvöllunum, að Rússum ósátt það að láta niðurstöðuna verða til á vígvöllunum. Já, þeir virðast ekki, sko. Það var kvartað undan því fyrst að það ætti að sigra Rússland á vígvöllunum og ætti ekki að semja. Nú hins vegar kvartað undan því að Rússar vil ekki semja. En það ákveðin svæði sem að þeir sennilega eru tilbúnir að leggja töluvert mikið meira á sig til að ná. Við höfum talað áður Odessa og Kharkiv og vill ná allu Donbass. Það alveg ljóst að hann telur sig þurfa að fá frá meira og því lengra sem stríðið stendur yfir, þá held ég að það muni verða erfiðara fyrir Úkraínu og sko mannfallið. Það ómögulegt að fá tölur tölur mannfallið. Ég held að það sem Vesturlöndum sagt að mannfallið í Rússlandi sé ýkt, en það kemur bara í ljós. Þeir eru 3-4 sinnum fjölmennari og svo eru erlendir hermenn í þessu líka. Þannig að ég sé ekki fyrir mér neitt enda á þessu og mér finnst þetta ömurlegt. Allt þetta tal það að Úkraína væri að fara inn í NATO og svo nú farið að tala að fara inn í Evrópusambandið. Forseti Finnlands að segja það að Úkraína sé bæði að fara inn í NATO og ESB. Mér finnst þetta bara einhvern veginn vera þannig að þetta bara svo mikið vitleysa að það var alltaf hægt að tala þetta. Herðu, fyrir jól þá kom út ný þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna, ég held að það verið fyrir jól. Og hún vakti svolítið athygli, ekki síst kannski tónninn sem þar var sendur til Evrópu. Og svona á mörguleyti sérstakt plagg. Núna komið, ég veit ekki hvað að kalla varnarstefna Bandaríkjanna sem svona eiginlega vera að fjalla svipaða hluti en með öðrum hætti. Þú hefur kynnt þetta plagg. Já, ég skoðaði það aðeins, þjóðaröryggisins og sagði, það National Security Strategy kom út í nóvember og það undirritað forsetanum og síðan kemur frá heitir núna hermálaráðuneyti, ekki varnarmálaráðuneyti, National Defense Strategy og það komið út núna og þá svona hljómar þetta að það talað America First og það talað þetta síðast að það á að forgangsraða fyrir Bandaríkin og þó með Trump-stjórnina þá eru menn ekki alltaf vissi hvort það Israel First eða America First eða Trump First en það allavega að tala America First. Auðvitað verður maður alltaf að taka svona skjöl með vissum fyrirvara vegna þess að það sem skiptir máli það sem þau raunverulega gert meira heldur en það sem er sagt í svona skýrslu. En ég nú að blaða í þessari skýrslu, ég sé að skoða þetta, þetta er náttúrulega America First og síðan tala flexible practical realism. Það að segja að þeir eru að tala að sé raunsæ stefna framundan, ekki einagrunna stefna, en það á greinilega að gera mun minna og gera meiri kröfu til þeirra sem eru bandamenn Bandaríkjanna að þeir geri sitt og það talaði model allies, það er að segja svona fyrirmyndar bandamenn eða hvort það er sama og okkar aðamenn tala verðuga bandamenn, að Bandaríkjamenn muni styðja þá bara á takmarkaðan hátt og þá talað að aðstofan sem þeir fái sé að það geti keypt vopn af Bandaríkjunum og það sé að ræða við það var uppbyggingu og vopnaframleiðslu og síðan leyniþjónustu upplýsingar, samstarf á því sviði. En það er greinilegt að Bandaríkin alltaf takmarka það sem að þau vilja leggja til varna sinna bandamanna og þeir sem ekki svona model allies, fyrirmyndar bandamenn eða verðugi bandamenn, þeir eru ekki forgangi lengur. Og þeir nefna alveg sérstaklega Ísrael sé svona fyrirmyndar bandamaður. Það er nefnt alveg sérstaklega og sem ykkur svona athygli. En allavega Evrópa bara komin þannig að hún ekki lengur í forgangi. Hún liti á mörglöndi sem sníkjudýr eða free riders, eins og sagt sníki af Bandaríkjunum. Og svo líka eru Bandaríkin að segja, ok, við ætlum ekki að vera út allan heim lengur, við ætlum að fara forgangsraða, það kemur reyndar ekkert á óvart. Þeir tala frekar vel Kína, vil ég
þeir tala bara það að þeir vilji hafa gott samband við Kína og stöðugt samband við Kína. Þeir vilja og halda valda jafnvægi í Austur-Asíu, en það ekki tala neitt meira varðandi Rússland, þá tala að vandamálið með Rússland sé viðráðanlegt og það eins og þeir vilja skilja Evrópu eftir með það mál að miklu leyti. Þeir segja þeir í skjalinu sem vakti með athygli að Rússland sé mesta kjarnorkuveldi í heiminum, segja þeir, því að maður hefur rætt velt við hvort þessi Bandaríkin sé fremriða Rússland, en þeir segja bara að Rússland sé fremsta kjarnorkuveldi í heiminum. Þannig að það annað tónn og það ekki að sóa fjármunum Bandaríkjanna. Við vitum það að Víetnamstríðið var náttúrulega sóun og svo Afganistanstríðið, löng stríð með landher sem voru gríðarlega dýr fyrir Bandaríkin og miklum peningum sóað bara sem kom bara eftir seinni heimsstyrjöldina þegar Bandaríkin voru langríkasta land í heimi með eiginlega allan gullforða heimsins komum með hann til sín í lok styrjaldarinnar. Síðan þessu bara sóað í löngum styrjöldum og síðast var Afganistanstríðið sem kostaði $1 trillion stóð yfir í 20 ár. Þetta á að stoppa þetta og ekki eyða peningum í þetta. Og maður sér líka það sem Donald Trump gerir núna. Hann maðurinn sem ætlar að vera friðarforseti, sem á að fá friðarverðlaun Nóbels. Og hann árásirnar sem hann gerir eru svona stuttar loftarásir. Það árásin á Írak, og nú verður að tala um ekki aðra árás á Írak. Íran alltaf að segja, Íran, já, Nígeríu, það var ekki loftarás á Nígeríu sem stóð stutt, og svo Venezuela loftarás og það var forsetanum rænt. Að þetta eru svona stuttar árásir, en hann passa sig að senda ekki landir, ef hann þarf að ná einhverju landi og yfirráðum einhverju landi, þá verður að fara landherinn í landið. En hann ætlar ekki að hann gerir það ekki. Nú er hann að tala um aðra árás á Íran og það var okkur að sagt það eftir fyrri innrás í Íran, var þetta ekki í júní, að þá hefði kjarnorkuvopna getu Íran, hún hefði verið eyðilögð algjörlega. En það virðist ekki hafa tekist, því nú stendur yfir að gera aðra innrás og þá líka á að steypa stjórnvöldum á stóli. Þannig að þetta það sem er í gangi núna, en það sem vekur athygli líka samt sem að var þetta Íransmálið núna, sem að ögra Íran núna aftur það, þegar það var stríð milli Ísrael og Íran síðast, að þá kom í ljós að þetta Iron Dome sem að Ísrael átti að vera með, það ekkert að virka, þannig að það fór í gegn töluvert mikið eldflaugum og hafa mikið tjón í borgum í Ísrael. Nú, í þessu skjali sem núna kemur út, sem við vorum að tala um þess að National Defense Strategy, þá talað um Golden Dome. Trump vill ekki tala um járn eða stáli eitthvað svolítið, hann alltaf með gull. Golden Dome sem líka vekur athygli, sem mjög hæpið að virki heldur, því að ég meina í loftvörnum. En allavega, það kveður við annan tón. Það allavega, Bandaríkin alltaf ekki lengur að blæða fyrir einhverja bandamenn sem ekki að gera sitt, og þau alltaf halda valdajafnvægi í Austur-Asíu því að það þurfa að færa til þangað. Það alveg greinlegt að Bandaríkin vilja ná betra sambandi við Rússland, en það búið að bjóða Putin í þetta friðaráð eða peace board, board of peace sem að Trump að búa til, og svo búið að bjóða Lukashenko þarna inn, og þetta sýnir líka það að Bandaríkin eru algjörlega búin að parkera þeirri hugmynd, eða alltaf algjörlega hætta með þá hugmynd, að það eigi að vera farin í lönd og reyna að koma á lýðræði að breyta stjórnháttum eða hugsa mannréttindi. Það farið, Ef þú ætlar að fara að vinna með þessum löndum, það hefur sem við mikið lögð áherslu á þá, Evrópa hefur trúað þessu. Danir til dæmis hjálpuðu Bandaríkjunum í Afganistan, þeir eltu þá til Írak líka, meira þess að líka í ólöglega innrás. Og þá var alltaf hugmyndin, þetta væri til að bjarga lýðræðinu í landinu og mannréttundum og alls konar slíkum hlutum. Þetta var það bara ekki þannig. Þarna var snýrist olíu, eins og Venezuela. Og þannig að þetta svona, það margt sem að Evrópa þarf að endurhugsa hjá sér eftir að hafa séð þetta plagg, held ég. Bæði fyrra plaggi sem kom út það sem var mjög hörð gagnrýni á Evrópu, en í þessa seinna plaggi hún ekki eins hörð gagnrýni, en alveg greinilegt að Bandaríkin tala bara að veita svona mikilvæga en mjög takmarkað aðstoð til Evrópuríkja, og svo náttúrulega varðandi NATO, þá Trump sennilega alveg sama þó það verði ónýtt. Og það líka vekur athygli í þessu skjali, þá Grænland
Íslandi hvergi nefnt í þessu skjali sem ég sá, Grænland hins vegar nefnt, þannig að hann ekkert hættur með það mál. Grænland ennþá ofarlega á blaði á honum sem að Bandaríkin verða að fá einhvers konar yfirráð. En við erum með varnarsamningu við Bandaríkin og þetta svona varnar stefna þeirra. Það ekki svolítið skrítið að það sé ekki að tala Ísland og ekkert norðurslóðir svona einu ráði? Það erfitt að lesa hver svona raunveruleg staða okkar í þessu, hvort að breytingar í stefnu Bandaríkjanna hafi ykkur áhrif á Ísland. Getur þú metið það? Málið var það að þegar Ísland gekk í NATO á sínum tíma þá taldi Bjarni Benediktsson að við getum ekki farið í NATO vegna þess að því það er skuldbinding Article 5, eða 5. greinin sem þýðir það að við getum ekki brugðist við í 5. grein, við höfum ekki her. Við getum ekki brugðist við hernaðarlega eða ráðist á Noregi eða Danmörku eða eitthvað. Við getum það ekki, því við höfum ekki her. Og þá taldi hann á sínum tíma að Ísland ætti ekki að fara eða verið hæpið að Ísland geti að fara í NATO. Hins vegar var gefin undan þá og ég hef ekki heyrt Trump tala það að sú undan þá hafi verið afnumin. Og á fyrra kjörtímabili þá bara sett hann í gang þá var þegar Mike Pence kom í gött 2019, þá var sett í gang vinna að uppfæra innviðina á Keflavíkurflugvelli. Og það eins og þú segir, þessi varnarsamningur er ennþá í gildi og hann full gildur. Ég meina, utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna hefur hann á netinu hjá sér sem fullgildan samning. Það ekki nokkuð vafi á því og náttúrulega NATO. Man veit ekki hvað verður NATO, en ég hef ekki heyrt á kröfu frá Bandaríkjunum að við eigum að fara víða. Þeir vilja hafa aðgang að landinu. En það er alveg ljóst að eftir seinni heimsstyrjöldina þá vildu Bandaríkin fá Dani út úr málunum gagnvart okkur. Þeir vildu ekki að eftir seinni heimsstyrjöldina þegar Danmörk var orðið frjálst ríki aftur, að þeir þurftu að fara að semja við Danmörku fyrir hönd Íslands. Þannig að ég er ekki ef þú manst aftur í tíma fyrir Danina að Ísland með stuðningi Bandaríkjanna var tekið undan Danmörku á meðan að Danmörk var herfnum með land. Þannig að og það örugglega einhverjir Danir talið að þetta verið ekki góð framkoma við Danmörku. Og margir Íslendingar vildu ekki gera þetta, en þetta var gert og Bandaríkin studdu þetta. Þannig að Bandaríkin náðu Íslandi undan Danmörku í seinni heimsstyrjöldinni þegar Danmörk gat ekkert brugðist við því og síðan bara verða samningar við okkur bara tvíhliða og þurfa ekki að Danmörk út úr myndinni. Og þeir að gera það sama við Grænland, en núna vilja að taka yfir Grænland og Danmörk náttúrulega þrjóskast á móti. En mér finnst þetta snúast, þegar við ætti að snúast það hvernig geta Bandaríkin og Danmörk samið það að Grænland verði sjálfstætt ríki með stuðningi beggja ríkjanna og það sé að búa til einhvern tímaplan það hvernig Grænland verði sjálfstætt. Og Grænland skiptir miklu máli fyrir þjóðaröryggi Bandaríkjanna myndi ég segja. En ef þetta semja þetta þannig að Bandaríkin hafi aðgang, við vitum að það voru á sínum tíma 17 herstöðvar í Grænlandi á vegum Bandaríkjanna og 10.000 hermenn, en það var síðan dregið mesturlega tilbaka og það var Bandaríkjamenn að gera það sjálfur. Nú vilja þeir meiri aðgang og nú eru líka það sem bæst við frá þeim líka það að auðlindirnar sem voru áður undir ís, þær eru meira og meira verið aðgengilegar og svo siglingaleiðir, þannig að þetta er breyst staða. En mér finnst þetta ætti að snúast miklu meira það hvernig hægt að stíga þau skref í það átt að Grænland verði sjálfstætt ríki. En það er alveg ljóst að Grænland nefnt í þessari stefnu sem forgangsmál og þó að Donald Trump hafi sagt að hann ætlaði ekki að beita valdi þarna, að þá veitum við að hann getur skipt skoðun á klukkutíma fresti. Og hann á Davos-fundinum talaði hann Ísland mörgum sinnum, að Ísland, þú veist að þegar hann hóta að beita valdi í Grænlandi, þá var hrun á hlutabréfamörkuðum í Bandaríkjunum. Og það mánudaginn þar á eftir hrun og hann sagði að Ísland hefði kostað Bandaríkin mikið, þá var hann að tala Grænland og sumir segja að hann hafi ákveðið að draga tilbaka þessa hótun að taka Grænland með valdi vegna hvaða áhrif það hafði á hlutabréfamarkaði í Bandaríkjunum, vegna þess að ef það komið stríð og NATO komið í stríð við sjálft sig, þá myndi það geta valdið mikilli ókyrrð og við sáum að Danir ætluðu sér að voru búin að senda hermenn til Grænlands og ég vil tala það að þeir myndu fara bara í átöku Bandaríkin ef það er reynt að taka Grænland með valdi.
En ég held að NATO-ríki og Evrópuríki tala það svo mikið það að þetta geti eyðilagt NATO. Ég held að Trump sé nokkurn veginn alveg orðið sama NATO núna. Ég held að sé ekki eitthvað sem hann að hugsa hann hefur sagt þegar bauð sig fram fyrst þetta við úrvaldsstofnun og hann telur ekki að þessi transatlantik linka, þessi linkur yfir hafið sem alltaf hefur verið lögð svo mikil áhersla á tengst Bandaríkjanna og Evrópu, hann telur þetta ekki skipta miklu máli. Hann vill bara vinna einliða og vinna bara einn, beita vald, tollarnir sem að beitir og hótanir, árásir, loftarásir inn í ríki, stuttar sem að hafa áhrif, ræna forseta Venezuela, eitthvað svoleiðis sem hann að gera og ég held að skipta ekki miklu máli fyrir hann hvort að NATO stendur eða fellur og þetta eru Evrópuríkin að reyna að átta sig á hvað þýðir og löndin svo Eystrasaltsríkin eru náttúrulega mjög hrædd við þetta. Fyrir okkur í staðir í dag skiptir mestu máli varnarsamningurinn við Bandaríkin og svo náttúrulega við þurfum að rækta samband okkar við Evrópu en líka við Bandaríkin, það skiptir mjög miklu máli fyrir okkur enda, auðvitað er ákveðin óvissa í Bandaríkjunum og þess að þetta er sagt með ríki sem eru leppríki, þau eru þannig að þau fá öryggistryggingu frá einhverju ríki, í okkar tilvíkjara Bandaríkin, en þá gerir það ríki sem veitir öryggistryggingu kröfu til þess að eiginlega öllu viðskipti, að mest af viðskiptum og fjárfestingu fari fram við ríki sem veitir öryggistrygginguna. Þau gera það. Það er ástæðan fyrir því að löndin svo Thailand og Vietnam og Malasía og Indonesia vilja vera hlutlaus. Þau vilja ekki þurfa þau vilja vera í viðskiptum við báða, hernaðarsamstarfi við báða, bæði Kína og Bandaríkin. En Ísland er í þeirri sérstöku stöðu að við erum með öryggistryggingu frá Bandaríkjunum, en Bandaríkin hafa aldrei gert kröfu til þess að við værum eiginlega eingöngu í viðskiptum við þá. Enda er það þannig að við erum að flytja svona 70% af okkar öllum útflutningu og þjónustu fyrir inn á evrópska efnahagssvæði, inn á sameiginlega markað Evrópusambandsins. Að Bandaríkin hafa aldrei sagt við okkur að við þurfum við þurfum að skipta versla bara aðalega við þá eða fjárfesta í Bandaríkjunum. Þannig það er alltaf sérstök stefna. Þess að við erum ekki leppríki að því leita, við höfum haft frjálsar hendur með viðskipti og ég held að það skipti máli og það er líka annað. Bandaríkin gerðu aldrei kröfu til þess að þau eignuðust neitt á Íslandi, eignuðust Keflavíkurflugvöll, eignuðust neitt hér, neitt land. Þegar þau fóru hingað til 2006, þá skildu þau bara allt eftir. Og það er líka annað, seinni í heimsstyrjöldinni þegar að Bandaríkin koma hernám á landið, þá var gríðarlega mikil innviðauppbygging á Íslandi. Og síðan sem var hluti af því að við gátum sjálfsagt Keflavíkurflugvöllur og margar aðrar fjárfestingar sem ráðist var í. En við höfum aldrei, þeir aldrei gert kröfu eins og þeir eru að gera með eignarhald á Grænlandi. Þeir hafa bara gert kröfu aðgang, svo þegar þeir hafa verið ekki talið sig hafa lengur öryggishagsmuni af Íslandi og þá voru þeir að einbeita sér í Afganistan og Miðausturlöndum, þá draga þeir sig bara tilbaka, þeir skilja innina alla eftir, taka bara til eftir sig og eru farnir, gerðu aldrei kröfu eignarhald. Bandaríkin hafa aldrei gert kröfu eignarhald á Íslandi og þetta vekur svolítið athygli að varnarsamstarf eigi að þýða eignarhald á landi eða yfirtaka eða setja stjórnvöld að. Það er alveg nýtt. Ég hef ekki heyrt það ennþá með Ísland að það sé eitthvað rætt það, en það hafa fullan aðgang á Íslandi og stjórnvöld á Íslandi hafa undanfarna áratugi alltaf vilja meiri sig frá Bandaríkjunum en eru frekar en minni. Trump hefur verið með ýmsar útskýringar á því hvers vegna hann þurfi að eignast Grænland. Það kemur stundum þegar hann er að ræða giltu hvelfinguna sem er eiginlega svona, er þetta ekki bara sama og Reagan var með á þessum tíma svona sem var kallað stjörnustríð á þeim tíma. Það er að búa til einhver svona hjúp í kringum Bandaríkin þar sem að öllum árásum í áttina Bandaríkjunum er eitt eiginlega utan úr geimnum. Hann talar það að hann vilji fá þennan giltu hvelfingu við Bandaríkin og hann stundur segir hann að hún myndi líka ná yfir Kanada svona þegar hann er góðu vinur Kanada og kannski er þetta bara tæknilega þá er það bara snjallara út að byggja svona upp að hafa Kanada með en núna er hann ekki góðu vinur Kanada og vil setja á aukatolla en hann hefur nefnt þetta líka í sambandi við Grænland að Grænland er þá svona hluti af þessum giltu hvelfingu, svona varnarhvelfingu Bandaríkjanna. Hann er að boða það hann ætlar að hafa fjármagn til þess að gera þetta, hann er að boða 50% aukningu á útgjöldum til hermála, meðal annars til þess að fjármagna þennan varnarbúnað.
Sérð þú fyrir þér að Ísland tengist þessu á einhvern nátt að það sé betra fyrir Bandaríkin að hafa einhver aðstöðu hér til þess að halda upp í þessum svona framtíðar loftvarnar kerfi sem að hann vil byggja upp og kallar Golden Dome? Ég ekki sérfræðingur kannski í vopnum og svona eldflögum en það virðist vera ljóst að ef það er kjarnorkur árás á Bandaríkin eða Norður-Ameríku frá Asíu og Evrópu sem verður þá Rússland, aðalega Rússland, til meina hugsanlega Kína líka kjarnorkuveldi, að þá myndu þessar eldflögar margar fara yfir Grænland og hann vill bregðast við því þar. Þær myndi ekki fara yfir Ísland. Það myndi fara yfir Grænland og Kanada og þess vegna talar hann að vilja hafa yfir þessum svæðum. En þetta Golden, Ísraelar hafi talað Iron Dome og þeir eru mjög hátæknivætt ríki, ekki síður en Bandaríkin og við sáum þetta Iron Dome virkaði ekkert í Ísrael þegar í síðasta stríði í júní við Íran og Golden Dome var í þannig að það myndi flestar eldflögur ekki fara í gegn en það er alveg í kjarnorkustríði þá er bara nóg að nokkrar fara í gegn til þess að eyðileggja stærstu borgir Bandaríkjanna. Þannig að Golden Dome, þeir sérfræðingar sem ég tala við og hef heyrt í að þeir segja að þetta mun ekki virka vegna þess að það er alveg nóg að það fari nokkrar eldflögur í gegn til þess að valda gríðarlega miklu tjóni í Bandaríkjunum og ég hef ekki heyrt þetta ég held að það sem að Bandaríkjunum eru aðalega að gera á Íslandi eru kapótaleit og fylgjast með því það sé það sem er aðalmáli hér en ég hef ekki heyrt talað Ísland myndi tengjast þessu en ég meina og svo með Kanada þá er talað að það talar að eignast Kanada og Kanada við 51. ríkið forsætisráðherra Kanada hefur verið að reyna hann flutti ræði í Davos sem mörgum þótti merkileg ræða og sem að tala það að það verið til svona middle power svona lönd sem eru svona miðlönd sem eru ekki stórveldi og ekki smáríki en eitthvað þarna á miðjunni og þau getur myndað einhverja þriðju leið og komist út úr þessu framhjá Bandaríkjunum og þá eru svona middle powers eru lönd í Evrópu og það eru Kanada eru rúmlega 40 milljónir manna en þetta er samt bara 1/8 af Bandaríkjunum í fólksfjölda og 1/8 í mestalagi sem hagkerfi. Þegar Kanada, það vil einhver að tala að Kanada geti tekið forust í heiminum í staðinn fyrir Bandaríkjunum, það er algjör fjarstæða. Þeir hafa enga burði til þess. Kanada er minna hagkerfi eftir breska hagkerfið eða franska hagkerfið eða þýska hagkerfið eða jafnvel ítalska hagkerfið. Þeir eru bara 42 milljónir. Þetta er samt mikilvægt land. En er ekki hugmyndið svo að Kanada gæti leitt einhver svona bandalag millistórra ríkja sem að gætu byggt upp eða vendað alheims kerfið, alþjóðastofnanir og alþjóðalög fyrir stórveldunum. Þú blæst á þá hugmynd að ef að stórveldin vil ekki taka þátt í heimsuppbyggingunni að þá verður hún bara ekki. Nei, hún verður ekki. Svona middle powers geta ekki byggt upp alþjóðastofnanir. Einu löndin í dag sem geta byggt upp alþjóðastofnanir sem geta orðið svona látið eitthvað að sér kveða eru Bandaríkin og Kína og bæði eru með slík kerfi. Trump vill bara henda kerfinu sín megin. Við vitum að Kínverjar eru að byggja upp kerfi. Það þeir eru að byggja upp kerfi eins og BRICS, Shanghai Cooperation, það Asian Infrastructure Investment Bank, New Development Bank og margar stofnanir sem þeir eru búin að byggja upp sem eru kerfi sem eru svona til hliðar, þannig að það eru raunverulega heimskipin tvöföld. Það er heimskip sem Bandaríkin koma á og síðan sem Kínverjar eru að koma á núna og Rússar eru inn í kínverska pakkan. Þeir eru með, þeir hafa ekki afl til þess að byggja upp eigin kerfi. Þannig það eru bara stórveldi sem byggja upp alþjóðastofnanir. Það er fjarstæða að mínum dómi að middle powers getur búið til ykkur á stofnanir sem skipta ykkur allavega skipta er ekki, þú sér hvernig Evrópusambandið er. Þar eru lönd sem eru stærri, þar eru lönd eins og Þýskaland, Frakkland og Ítalía sem öll eru töluvert stór lönd, þetta eru yfir 60 milljónir í Frakklandi og Ítalíu og yfir 80 milljónir í Þýskalandi, en þú sér það þeir geta ekki byggt upp stofnanir sem verða alþjóðastofnanir, þetta eru bara svæðastofnanir og hvað þá Kanada, en það sem þessi middle power geta gert
þau geta farið að tala við eins og Kína, hvað gerir forsætisráðherra Kanada? Hann fer til Kína og fer að gera tala að semja við Kínverjana og þá koma leið viðbrögð hótanir frá Bandaríkjunum eins og tala 100% toll, eða hann sagði bara Donald Trump sagði ef þið gerir fríverslunarsamning við Kína þá bara kemur á okkur 100% tollur og þannig að þeir geta auðvitað gætu lönd farið að fylgja sér annað stórveldi eins og Kína. Kína hins vegar náttúrulega með allt annað stjórnkerfi og allt annað hefðir og siði og ég sé ekki að Kínverjar geti hvorki hafa áhuga til eða vilja til þess að leiða eða getu til að leiða Vesturlönd, það sé ég ekki fyrir mér, en allavega það eru möguleikar á að auka viðskipti við Kína og svo eru Evrópusambandið var að gera samning við Suður-Ameríkulönd og síðan við Indland, þannig að þú sér það alveg þreifingar í gangi hjá Evrópusambandinu og ýmsum ríkjum eins og Kanada að þau eru bara að víkka út sitt viðskiptanet og geta aukið viðskipti og svo líka Frakklands, hann líka búinn að setja samband við Kína og hann búinn að segja að kínverska fjárfestingar séu velkomnar í Evrópu. Þú veist af því að Kína var að búa til svokallan 16+1 eða 17+1, það voru lönd sem voru aðalega mið- og austur-Evrópuríki sem vantaði peninga, hafði ekki fengið nægilega mikið fjármagn frá Evrópusambandinu til að byggja upp sína innviði, af því Evrópusambandið hafði bara ekki peningana eftir að maður var 30 ári í Evrópusambandinu og þá bjó Kína til að sem að 17+1, það voru 17 lönd pluss Kína og Kínverja var þetta eina land þarna sem var að vinna með þessu 17 af fjárfestingu og þá brugðust Bandaríkin við með því að koma með svona 3 Seas Initiative sem var með Pólandi og Rúmeníu, það stöðuðu fórustu sem átti að vera fjárfestingaprógram sem Bandaríkin þá stiga til að eyðilega eða gera út af og útiloka þetta samstarf við Kínverjana. Þannig að Bandaríkin hafi verið á móti þessu samstarfi. Þannig að þú sér það ef þessi lönd og þetta 17+1 var miklu lítið skemmt. Til dæmis fóru Eystrasaltsríkin öll út úr því, held ég bara vegna þess að Bandaríkin sagði þeim að þeir vildi ekki vera að taka við fjárfestingu frá Kína. En nú spurning hvað Evrópa gerir. Fer hún að gera það sem forseti Frakklands að taka bara við fjárfestingu í innviðum frá Kína í trássi við Bandaríkin og hvernig bregðast Bandaríkin við? Við erum bara búin að sjá það að til dæmis þegar Evrópusambandið fer að tala við Indland fríverslunarsamning að þá fara Bandaríkin ásaka þá að þeir séu að hjálpa Rússlandi í stríðinu við Úkraínu vegna þess að ef þú ert í viðskiptum við Indland er í utanríkisviðskiptum við Rússland og þá komast líka ásakanir og líka hótanir, ekki bara það að kalla forsætisráðherra Kanada governor eða ríkisstjóra þegar hann er forsætisráðherra heldur 100% tollar á Kanada. Þannig að þarna eru komið stórveldasamkeppni, 2 lönd, Kína og Rússland, sem eru Bandaríkin ennþá sterkari aðilinn en Kína aðili sem er mjög vaxandi og er að styrkjast. Og þarna verður ofboðsleg spenna og það er að segja ef þú ert svona middle power, þú ferð eða svona miðríki, svona eins og Kanada með 42 milljónir manna eitthvað, tölum við stórt hagkerfi og þú ætlar að fara að hallara öðru stórveldi, þá bregst hitt við. Þannig að það er það sem ég að segja, þau lenda að klemmast á milli. Og ég var í rannsóknarleyfi í Austur-Asíu, ég sá alveg hvernig þessi lönd eins og Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, þetta eru stórlönd líka, fjölmenn, hvernig þau hegða sér, þau passa sig að lenda ekki svona á milli og þess vegna eru þau með hlutleysi og þau ekki eins og Evrópa, hún er Bandaríkjamegin, hefur alltaf verið Bandaríkjamegin. Hún hefur alltaf verið þannig. Og Kanada líka, eins og hálfgerð leppríki. En Austur-Asíulöndin, þau hafa lagt þess að áherslu á því að vera aldrei í þeirri stöðu. Ekkert NATO, ekkert varnarbandalag, aldrei. Engin svoleiðis formlegi samningar. Ekkert svoleiðis. Þá telja þau sig vera orðin háð öðru ríkinu. Já, og þá geta það vesla sitt á hvað. En það er svo furðulegt með Ísland að við erum svona pínulítil 400 manns að við erum að taka við öryggistryggingu frá Bandaríkjunum bæði gegnum NATO og gegnum tvíhliða en svo erum við í viðskiptum við aðra aðila sem hafa verið bandar með Bandaríkjana en þar er að vatna undan því öll. En nú keppast leiðtogar Evrópu og Kanada við að segja að heimsmyndin sem við þekktum áður hún er hrunin.
Mette Frederiksen var bara daginn að segja þetta, að heimurinn sem við þekktum hann farinn. Þannig við verum að byggja upp eitthvað nýtt og Carney kemur með þessa hugmynd að milliríkin getur kannski í sameiningu byggt upp eitthvað skonar alþjóðaskipan fyrir utan stórveldin. Þú segir það kom í til greina og þá erum við með eiginlega Bandaríkin hafi ekki áhuga á því að viðhalda þeirri heimskipan sem þau byggðu upp á eftirstríðsárunum og Trump eiginlega búin að henda því bara í ruslið. Millistóru ríkin geta það ekki, að því þú segir, þannig að svona hugmyndur að verði eitthvað til út úr Evrópusambandinu með tengingu yfir í Kanada og rækta svo kannski viðskiptasamninga við Indland og Suður-Ameríku að með búa til eitthvað svona system í kringum þetta. Þú segir að það sé ekki hægt að búa til svona heimskipan nema að eitthvað stórveldan að gera það. Og Kína að búa til sitt sína heimskipan með ýmsum hætti, BRICS og miklu fleira. En þú segir að Evrópa getur aldrei tilheyrt því kerfi vegna þess að það bara byggt af öðrum forsetum. Hver þá eiginlega staða Evrópu ef að eiginlega eina heimskipanin sem í einhverju almennlegri uppbyggingu Kína en þú segir að Evrópa eigi ekki samleið með þeim en það myndi það kannski fara allt í háa loft ef Evrópa færi fyrir opnum tjöldum að vinna mun meira með Kína heldur en áður var, myndu kalla okkur viðbröð í Bandaríkjunum. Erum við á okkur svona, bara virkilega óþægilegu millibils ástandi í heimsmálunum? Já, ég held að það sé mjög óþægilegt og ég hlusta á ræðu kanslara Þýskalands í Davos og hann var að tala að þetta breyta Evrópu, það búið að byggja upp svo mikið skrifstofubákn og reglugerðarveldi að það væri búið að setja heimsmet í því eða eitthvað að það leiða. Þetta hefur gengið allt og langt í því og svo náttúrulega eru varnarmál Evrópu ekki í lagi og hann talaði um að gera þetta allt mjög hratt. Ég veit ekki hvernig hann ætlar að gera þetta. Í ríkisstjórninni stærstu ríkjanna, við erum þar með svo middle powers, þá er það eins og Þýskaland og á heimsmælikvarða þá er Þýskaland svona middle power eins og Kanada og Ítalía og Frakkland. Þessi lönd hafa ólíka hagsmuni og öll ákvarðin að taka innan Evrópusambandsins ofboðslega hæg og það er allt annað sem gengur þar eftir hraði. Þú ert með 27 lönd, það sem í sumum tilvikum þarftu meiri hluta, sumum tilvikum þurfa öll ríkin að vera sammála og Evrópusambandi er ekki þekkt fyrir hraða. Og ég veit það þegar ég var að tala, ég var að klára bók sem kom út 2003, talaði þá við marga sendiherra í Brussel, fóru þangað og þá var við að ræða með sem stækkun Evrópusambandsins og þá sögðu margir við mig á bak við tjöldin ekki bak við lokaðir, ekki opinberlega, bak við lokaðir að með þess að frá löndin sem tala að stækka Evrópusambandið að það væri komið mikið þreyta í stækkunarþreyti í Evrópusambandið og þetta verður svo erfitt að taka ákvarðanir, það verður allt svo hægt þarna, það verður svo ólíkir hagsmunir að það væri komið mikið þreyta í raun og veru að stækka Evrópusambandið meira heldur en orðið það væri mjög erfitt að eiga við það vegna þannig að allavega kansleri Þýskalands taldi að þetta væri orðið mjög óhagkvæmt, Evrópusambandið mjög óhagkvæmt og erfitt með samkeppni og það þyrfti að breyta og vinda ofan af alls konar reglugerðum og gera mjög hluti hratt til að Evrópa næði sér upp efnahag. Þú veist að það er hagvöxtur hjá Evrópusambandinu og Evrusvæðinu hefur verið bara mjög lélegur og svo náttúrulega þetta eru ennþá 27 þjóðríki, þannig að Bandaríkin eru þjóðríki. Það þó þetta sé 50 fylki, þá er þetta þjóðríki. Það sem er mjög sterk miðstjórn. Evrópusambandið er með 27 þjóðríki og mjög veika miðstjórn. Og svo bara er Evrópa ekki minna nokkra einustu leiðtoga. Maður heyrið eins og svo forseta Finnlands tala það að Evrópa geti varið sér sjálf gagnvart Rússlandi og svo kemur framkvæmdastjóri NATO sem er frá Hollandi og segir að þetta sé bara draumárar. Ég meina, ég veit ekki alveg hvernig þetta á að gerast, en allavega, það hefur ekki verið samstaða að byggja sameiginlegan her og það er ekki samstaða að Evrópa verði, það sem við kalla political union, að þetta verði eins og Bandaríkjanna, það sem hefur verið sterk miðstjórn, sterk Brussel, sem hefur, eins og í Bandaríkjunum mikla, kannski eins og í Bandaríkjunum 20% af landsframleiðslu fer til alríkisins, að meðan það er eitthvað rúmlega 1% í Evrópusambandinu. Það er ekki vilji fyrir því, þannig að þetta ekki langan tíma að gera þetta
Þannig að Evrópa í töluverðum vandræðum og svo kemur bara forseti Bandaríkjanna sem að segir eitthvað sem að þessir aðilar hefðu átt að geta sagt sér sjálfir að stórveldisins Bandaríkin að það hugsar alltaf sína hagsmuni fyrst og fremst á meðan að sumi Evrópuríki, þar á með Eystrasaltsríkin, vilja trúa því að Bandaríkin setji sína hagsmuni fyrst og svo sína hagsmuni þessara landa fyrst og svo hugsa sína eigin hagsmuni númer 2. Það algjör misskilningur. Það sem gerist það að þegar heimurinn var einpóla og Bandaríkin voru ráðandi og var ekki þessi stórveldissamband eins og núna, þá gekk þetta upp. En leið og heimurinn verður allavega tvípóla, ef ekki þrípóla, að spyrja hvort þú telur Rússland með sem eitt stórveldi, sem ég geri, en sumir segja þessi bara 2. En þegar hann verður annarkvæmt tvípóla eða fjölpóla, þá kemur þessi svakalega harða samkeppni á milli þessara póla. Og sérstaklega þegar annar landi sem er númer 2 allar stefnir að því og að verða númer 1. Og þá verður þessi spenna á milli. Og þá klemmist Evrópa á milli. Vegna þess að þú sér bara leið og Kanada, forsætisráðherra Kanada, fer til Kína, þá byrja Trump að hóta. Og þá byrjar forseti Kanada sem að tala hlutleysisræðu í Davos að bakka. Hann fer að bakka úr því sem hann sagði við Kína. Og þannig þetta. Og ég sé ekki með Evrópu, ég meina Evrópa náttúrulega mjög rík álfa, þannig að segja mig við Evrópa, það ekki sem sikur í fátæklingar, þetta mjög rík álfa, en þetta líka bara fólk sem gerir alveg gríðarlega mikla kröfur. Og ef þú ætlar að breyta Evrópa, sem ætlar að setja 5% vergri landsframleiðslu í varnarmála, þá verður að fara að skera niður velferðarkerfið, þú verður að fara að hækka eftirlaunaaldur, ef þú hækkar eftirlaunaaldur í Frakklandi í 1 ár, á að gera það verður allt brjálað. Þannig að Evrópa hefur efni á alls konar hlutum, en bara fólk í Evrópu þetta hátekjuálfa, ásamt Norður-Ameríku, ríkasta álfan, ásamt Norður-Ameríku, gerir mikla kröfu, og ef þú ætlar að fara að breyta forgangsröðun, þannig að það verður að færa fórnir, raunverulegar fórnir, til þess að byggja upp Evrópu hernaðlega og taka upp sameiginlegan her eða einhvern kerfi sem að geti komið í stað fyrir NATO, það myndi kalla á miklar fórnir, það myndi leiða til pólitísk óstöðuleika í Evrópu. Þannig að Evrópa hefði átt raunverulega eftir á að hyggja að leggja áherslu á að semja Úkraínumálið strax, en ekki að segja við ætlum að sigra á vígvellinum og svo ætlum við að semja og þá bara Rússland búið að sigra Rússland á vígvellinum og þetta verður bara eins og þegar Þýskaland tapaði seinni heimsstyrjöldinni og þeir verða bara að gera það sem við segjum þeim. Það gerist ekki. Núna Evrópa í vandræðum, hún að reyna að byggja ykkur á kóalisnu og þeir villing sem bara villisa sem að ruppaði til enda því að þá á að senda NATO-hermin inn í Rússland sem Putin vill alltaf ekki samþykkja. Rússland ekkert að flýta sér í málinu. Þannig að þeir eru búin að koma sér í alveg ábáslega erfiða stöðu og þetta bara mjög óskynsamlegt og svo bara forystumaður eins og það sem að fer með öryggis- og utanríkismál Evrópusambandsins að brjóta Rússland upp í einhverjar smáar einingar. Þetta mikið vandamál og svo forseti Úkraínu að tala að Úkraína fari bara inn í Evrópusambandið á næsta ári. Ef þú ert með svona leiðtoga sem með svona hugmyndir sem allt saman tóm della, þá færðu bara dell út úr, þú færðu ekkert út úr þessu sem virkar, eða sér þú það fyrir þér? Ég man að ég sé það ekki fyrir mér. Ég man að fyrir einhverju rúmu ári eða 2 árum að þá hélt ég því fram að mesta öryggisógnin í Evrópu væri þessi stefna Evrópu að ekki að vinna að því að slökkva á stríðin í Úkraínu bara með öllum tiltækum ráðum sem allra fyrst, heldur að ætla að sigra það á vígvellinum þegar að í ljós væri að koma að Evrópa hefði ekki afl til þess og gæti það alls ekki án Bandaríkjanna og bara afleiðingarnar af togstritinu á milli Bandaríkjanna og Evrópu út af Úkraínustríðinu held ég öllum augljósum. Og ég held ég fram að þetta væri mesta öryggisógnin við Evrópu. Við viljum grafa undan því afhjúpa bjargarleysi Evrópu, hrekjana í því að þurfa að byggja upp hernað sinn miklu meira sem að myndi síðan valda átökum innanlands, félagslegri upplausn í löndunum raunverulega verið að grafa undan lífsmáta Evrópu eins og hún hefði verið. Þarna væri helsta ógnin. Og ég man eftir þetta var á svona opnuð fundi. Það átti næstu að henda mér út úr salnum. Það átti að henda mér út úr salnum. Já, þú hefur örgulega verið kallað Chamberlain, þú er Chamberlain nr. 2. Það var áróðurinn alltaf, þú ert bara Chamberlain 2. En menn átt að síkja á því með Chamberlain,
hann hugsaði svona eins og svipað, hann var algjörlega vanmetinn vegna þess að þegar að hann samdi við Hitler á árinu sem leið, þar til hann lýsti við stríði við Þýskaland, þá var gríðarleg hernaðarleg uppbygging í Bretlandi. Þannig að þegar hann var að gera samning þá gerði hann samningi til að vinna tíma og hann byggði upp flugherr Bretlands og allt þetta sem var gert þarna á tímabilinu til þess að ef að illa færi og Hitler myndi halda áfram, að þá var Bretland miklu betur undir búið. En hann vissi það á þessu augnabliki væri Bretland á engan hátt tilbúin eða nýja Evrópa og það að fara í stríð ári fyrr en það varð hefði orðið algjör hryllingur. Já, þá hefði kannski stríðið tapast. Þannig að hernaðaruppbyggingi sem varð á þessu eina ári svo gríðarlega mikið, sérstaklega flugherinn, hún sem var alltaf til áður, hún var mjög mikið, hann vann tíma og það segir mér það sem hernaðaruppbyggingin að hann hefur sjálfur, svo bara féll hann frá, en hann hefur sjálfur ekki haft mjög mikla trú á þetta gengi. En auðvitað hefði Evrópa átt að reyna þetta samkomulag. Ég sjálfur var að sækja NATO-fundi þegar að stóð til að Rússland yrði hluti af öryggismála pakka Evrópu og það var aldrei alveg á bak við það. Þeir áttu alltaf að vera einhvern veginn fyrir utan, það var að tala partnership og peace, svo var ekkert úr því og þannig að og svo var stækkun NATO sem ég held að hafi verið mistök líka vegna þess að NATO upprunalegu 12 löndin var í dag 600 milljónir manna, núna NATO 32 lönd, 1 milljarður manna og Bandaríkin hafi ekkert efni á þessu. Bandaríkin eigi vandræðum frá ári til árs að koma saman einhverjum fjárlögum. Það er búin að vera halli á ríkissjóði Bandaríkjanna eitthvað einasta ár frá því að Sovétríkin féllu og þessi skýrsla sem var að koma út núna tala mjög mikið um það að sá tími að sé verið að sóa peningum Bandaríkjanna í að styrkja einhverja bandamenn sem að vilja ekki gera sitt sjálfa eða fara í einhver löng stríð eða eitthvað slíkt. Sá tími liðið. En að þú segir og svo þegar Donald Trump Já, ég má aðeins að því að þú varst að nefna það að það hefði ekki verið alvar á bakvið að þegar var verið að ræðum að Rússland myndi einhver leyti tengjast inn í Evrópu. Ég meina þeir voru með svona mættu á NATO-fundi og það var verið að reyna að búa eitthvað til system. Þú segir að það hefði aldrei verið alvar á bakvið að ég held að svona Pútín yngri á svona fyrstu árum sínum hann eiginlega orðaði það ágætlega. Hann sagði að það var aldrei vilji á því að hafa okkur með. Við komum á einhverju borði og þá var eiginlega búið ákveð allt áður og við áttum bara að kyngja því sem hann var. Það var aldrei vilji til þess að hafa Rússland raunverulega við sama borð og önnur lönd. Þannig það var aldrei alvar í því. Ég var með í viðtali Jón Baldvin Hannibalsson á sunnudaginn þar sem hann var að tala hinn sorglugu mistök sem urðu við fall Sovétríkjanna. Það hefði algjörlega mistekist að draga raunverulega Rússland einhvern veginn inn í Evrópu sem hefði verið lykillinn af varanlegum friði og það tækifæri hefði bara verið eyðilagt meðal annars út af gróðrafíkn held ég að það voru bara sterku öfl sem töldu sig geta grætt meira á því að brjóta Rússland svolítið niður og græða það sem allra mest. Hlustar á viðtalið við Jón Baldvin? Já, ég hlusta á viðtalið og ég held sér alveg rétt þess að ég skildi þá var stemningin í Bandaríkjunum og Evrópu, sérstaklega í Bandaríkjunum, að við sigruðum kalda stríðið. Við erum sigurvegarnir, þeir töpuðu og við þurfum ekki að taka tillit til þeirra. Þannig að við þurfum ekki að vera að taka þá inn í kerfið, við bara sigruðum þetta og þeir geta bara átt sig. Og það þarf ekki að taka þá inn í þetta kerfi. Og svo eftir það, þegar þessi sigurvíma kemur, að þá fyrir Evrópa að segja, ok, við þurfum ekki lengur að eyða miklum pening í til varnarmála, þetta allt ónýtt í Rússlandi. Þetta allt ónýtt. Ég veit að ég var að vinna í SSR-ríkjunum á þessum tíma sjálfur fyrir Alþjóðabankann í 4 ár og ég var að spyrja hvað var það vopnunum sem voru þarna í það var rússneskir hermenn og herstöðar þarna út allt þessi lönd. Þessi var öllu dröslað til Rússlands og þetta væri bara ónýtt rusl. Þetta hafa svo Rússar verið að nota gegn Úkrænumönnum með þeim árangri sem þeir hafa náð þar. Þannig að það var öllu dröslað þangað bara að við sigruðum og þeir töpuðu
og svo heyrði maður þegar maður var að tala, ég var að tala af aðila í Íslandsríkjunum og ég var alltaf mjög hrifinn af því þegar þeir voru að mynda sín sterku tengsli í Bandaríkinu og farin í NATO og svo ég studdi það með þeirra stöð, hún alltaf nær okkar. En sagði samt við á alltaf, þú alltaf það Bandaríkin eru fyrst og fremst að hugsa sína hagsmuni og þeir geta ekki treyst til lengri tíma að þeir muni alltaf hugsa ykkar hagsmuni. Og við sjálfum lenti í því að Bandaríkin drógu sinn her út úr Íslandi í óþökk stjórnvalda 2006. Þeir en hugsunin var svo mikið í Evrópu að Bandaríkin hefðu algjörlega tæknilega yfirburði yfir Rússland. Það verið alveg saman, þeir myndu bara geta unni Rússland í stríði og bara 1-2 dögum, eitthvað slíkt. Það var bara algjörlega óraunhæfar hugmyndir hvað Bandaríkin gætu gert og hvað þeir höfðu einhverja tækni yfirburði sem gæti bundið enda stríði við Rússland bara með skömmum fyrirvara eða litli fyrirhöfn. Þannig að það eru mörg erfingir sem trúðu því. Fyrsta lagi að Bandaríkin myndu setja sína hagsmuni númer 2 og þeirra hagsmuni númer 1 og líka að Bandaríkin hefðu einhverja yfirburði. En það sem kom í ljós í stríðinu í Úkraínu, auðvitað hefur NATO og Bandaríkin hjálpa Úkraínu þannig að Rússland er búið að taka rúmlega 20% af landinu, eitthvað svoleiðis. En ekki allt, en Úkraína ánáttur högg að sækja. Við skulum ekki vanmeta það að samt sem áður hafa Bandaríkin og Evrópa geta hjálpa Úkraínu til að veita viðnám og það auðvitað það mikilvægt. En við sjáum það núna að eftir þetta eru Bandaríkin búin að fá algjörlega nóg og við sjáum að styrjaldir sem Bandaríkin færi núna eru stuttar styrjaldir, nokkrir dagar eða klukkutímar undir Donald Trump. Hann vill alls ekki fara í löngstríð, hann vill binda enda á Úkraínustríðið og ég held að ein megin ástæðan hann er að fá algjörlega nóg að NATO og algjörlega nóg að Evrópu og ber eiginlega enga virðingu fyrir leiðtogum Evrópu, nema kannski Orbán, hann ber eiginlega enga virðingu fyrir þeim, er svo að þeir hafa staðið í vegi fyrir málamiðlunum, þannig að þeir verið að selja Úkraínustríðið. Auðvitað þessar málamiðlanir ekki eitthvað sem maður myndi vilja sjá, en þeir hafa staðið alltaf í gegn því og unnið þannig eins og þeir telja að það sé betra að halda stríðinu áfram og jafnvel sigra. Ég meina forseti Finnlands talar enda það að Úkraína geti sigrað stríðið á vígvellinum. Er það ekki rétt hjá mig? Ég held að hann hafi haldið því fram. Og þannig að þetta og ég held að þetta sé ein ástæðan fyrir því að Trump er búinn að fá svo mikið nóg að þessu að honum alveg sama þó að NATO verði eyðilagt og með Grænland þegar hann fer að tala það að taka Grænland með valdi. Þó hann hafi dregið land í Davos, hann getur snúið blaðinu við hvenær sem er. Og þá er NATO berskjaldað og ég er að sammála því sem þú segir að það sko með því að stríðið fór í gang og með því að allt þetta ferlið fór í gang, þá er Evrópa miklu berskjaldaðri heldur en hún hefði þurft að verða. Bæði það að NATO hefur ekki þetta afl sem það var talið hafa og Bandaríkin hafa það ekki heldur og þetta líka vekur spurningar það hvað gerist ef það verið stríð í Asíu út af Tævan og svo framvegis. Og við sáum það líka að þegar að stríðið var milli Íran og Ísrael, að þá voru Ísrael og Bandaríkin að vinna saman að verja Ísrael, að þau gátu það ekki. Íran er bara þróunarríki. Það voru miklar skemmdir. Þannig að þessi hugmynd að vinna stríð og svo í þessari skýrslu sem við vorum að koma út núna, sem var að koma út núna bara fyrir nokkrum dögum frá Bandaríkjunum, þessari varnarskýrslu National Defense Strategy, að þá er sagt bara Rússland er mesta kjarnorkuveldi í heiminum. Og hvernig gat manni dotti það í hug að vera þetta að sigra Rússland eins og Þýskaland í seinni heimsstyrjöldinni ef það er stærsta kjarnorkuveldi í heiminum. Ég skil ekki hvernig það á að ganga upp. Nei. Já, það er líka niðurlæging Evrópu. Það vantar eitthvað í það hugsun. Já, niðurlæging Evrópu er að því að við byrjuðum í Abu Dhabi. Það er náttúrulega mikil niðurlæging fyrir Evrópu að það sem verið að semja mögulega loka á stríðinu í Úkraínu og Evrópu er ekki við borðið og Zelenski hefur eiginlega sagt að sér lítið að marka Evrópu þrátt fyrir allan hennar stuðning og allar þessa fundi sem við fylgst með og allan hennar fréttaflutning af einurðum stuðningi Evrópu að þá eru þeir í Evrópu ekki svona aðili að viðræðunum sem að er einhver leiti svolítið niðurlæging fyrir Evrópu sem kannski á sama tíma er að halda því fram að hún geti sjálf séð varnir sínar eða sumir. Svo koma aðrir eins og framkvæmdastjóri NATO sem segir að það sé bara tómt mál að tala ekki að eyða orku í að hugsa þessu. Því að Evrópa sé bara einfaldlega háð Bandaríkjunum. Þetta er ekki góðir tímar í Evrópu. Já, hún er það og
Nei, það ekkert góð tíma. Maður getur ekkert vera bjartsýnn á þetta mál vegna þess að svo eru þeir að búa til þess að reyna að gera sig gildandi að koma með þetta Countries of the Willing sem óheppilegt nafn vegna þess að það var notað líka þegar ólöglega innrásin var gerðin í Írak 2003, það sem við tókum þátt í og Danir. Ég held að hinn Norðurlöndin hafa haft vit á því að halda sig frá því. Kalla Countries of the Willing sem sama nafni, mjög óheppilegt nafn með því forsöguna. En þá bara í Evrópa verið að tala um að senda hermenn frá Frakklandi og Bretlandi inn í Úkraínu. Og það bara algjörlega, kemur ekki til greina frá hendi Rússlands. Rússland hefur talað um það að Úkraína Rússar eru ekki að gera þá kröfu í Úkraínu sem að Ísraelar að gera í Gaza eða gagnvart Palestínumönnum að alveg afvopna þá. Rússar gera ekki þá kröfu. Rússar gera kröfu um það að her Úkraínu sé varnarlið sem geti varið Úkraínu en ekki lið sem myndi geta ráðist á Rússland og ógnað öryggi Rússlands. Þannig að Úkraína getur haft sterkan her, kannski nokkur 100.000 manns, Úkraínumennir vilja hafa 800.000 hermenn, ég skil ekki hvernig það á gangi upp fyrir land sem kannski, það sem eftir í landinu, kannski 25-30 milljónir manna sem þarna eftir og land sem algjörlega á hausnum og í rúst og geti haldið upp í her sem 800.000 manns, þetta allt saman tómt vitleysa og draumórar. En allavega þeir geta haft einhverja hermenn þarna en Evrópa vill bara fara með NATO-hermenn inn þarna, það kemur ekki til greina. Og svo fyrir utan það að hef ég aldrei heyrt að gera grein fyrir því hvers konar friðargæsluliðar þetta eru, hvort þetta einhverja aðilar sem eiga fara í stríð eða hvort þetta eru bara eftirlitsaðilar sem eiga vera þessu sjálfa en eiga ekki að taka þátt í neinum átökum ef það kemur til þeirra. Þannig að ég skil vel að Trump skuli ekki hafa Evrópu með og það líka Evrópa hefur verið að kalla saman fundi þar sem þeir hafa verið að semja við sjálfa sig og Úkraínumenn hvernig hlutirnir eiga að vera. Það líka tímasóun. Vegna þess að allavega framfærinu núna eru það að þú komin með Rússana inn í pakkan í samningarnir verða á endanum að vera milli Rússlands og Úkraínu. Og það ákveðin framför. En ég held að varðandi með þjóðernissinna sem í kringum Zelenský, það verður mjög erfitt fyrir þá að þeir munu ekki leyfa honum að bakka með það að láta allt Donbass af hendi og svo framvegis, þó það sé raunveruleiki. Þannig að hann voðalega mikið með bundnar hendur og hann segir endurtekið að það verði ekkert land gefið eftir og svo framvegis og svo bara Úkraína sé núna að fara detta inn í Evrópusambandið. Og mér finnst þetta allt sem að vera bara einhverju loftkastalar og það ekkert að marka þetta. Og hættan er svo líka, Hilmar, að sama hvaða niðurstaða verður fundin í Úkraínu, það verður engin friður hana innan Úkraínu. Það bara, eins og oft í þessum löndum, þarna eru alls konar hópar og allt fullt af vopnum og ákefð og búið að kveikja undir þjóðernishyggju þarna á öllum pottum og þannig að það hægara þetta gert að ætla að finna einhverja lausn sem að verður alltaf vond fyrir Úkraínu eins og staðan er. Sem að einhver friður Já, og eina ástæðan fyrir því Pólland sem stórt land, það fór inn í Evrópusambandið á sínum tíma og NATO, það var alveg samstaða þetta í landinu, nokkuð góð samstaða. Það var líka nokkuð sæmilega góð samstaða í Eystrasaltsríkjunum og þau gerðu þetta fljótt, þegar Rússland var ennþá mjög veikt. Síðan þegar Úkraína gerir þetta þegar Rússland orðið miklu sterkara heldur en þá og getur brugðist við og tók bara Krímskagan þegjandi og hljóðalaust sem mjög mikilvægt svæði, bæði fyrir Rússland og fyrir Úkraínu. Þannig að þetta svo mikið óreinsægi þarna og svo líka annað í þessu að austurhlutin rússneskur og vesturhlutin meira Úkraínumenn og þá eins og að benda og þá var þetta algjörlega tvískipt og það að Úkraína hafði Krímskagan jók líkurnar á því að forseti með tengsl við Moskvu, sterk tengsl við Moskvu myndi ná völdum. Janukovits komst til valda sem var hallur undir Rússland af því að þessir austurhluti og Krím var hluti Úkraínu. Ef að Donbass hefði ekki verið hluti Úkraínu og Krím ekki hefði verið hluti Úkraínu, þá eru miklu minni líkur á að forseti sem væri hlynntur
Rússlandi kemist til valda í Úkraínu. Og þá hefði forseti komist til valda sem var hallur undir NATO og ESB og þá hefði Úkraína getað farið miklu fyrr í samningaviðræður við Evrópusambandið eins og Eystrasaltsþingin gerðu sem var ekki þarna. Þannig að sko það mætti sumir halda því fram að ef að Úkraína, ég er ekki að segja Úkraína er land að hendi land, að ef að Úkraína lætur að hendi héruð sem hafa verið að megninu til Rússar, og ég er ekki að segja nei að gera það er þeirra algjör ákvörðun Úkraínumanna, þá er Úkraína orðið meira heildstætt land sem er stjórnað af verulegu meiri hluta Úkraínumanna sem geta þá ráðið hvað þeir ætla að gera. Hins vegar ef þeir missa Odessa til dæmis, þá er það gríðarlega mikið áfalli, þá er Úkraína orðið landlugt, þá hefur það ekki aðgang að sjólengur. Og það er það sem er hættan núna að verði. En ég meina, ég held að þetta hafi sko, eins og segir, það var aldrei, landið var alltaf klofið, það náðist alltaf þessi samstæð sem þurfti að nást til þess að hægt vera að taka þessi skref. Austurlutin var hallur undir Rússland, vesturlutin hallur undir Vesturlönd og þetta var svona 50-50, svona helmingur öðrum megin og helmingur hinn megin. Engin samstaða og svo náttúrulega ef að verða ennþá stór héruð sem tilheyra Rússlandi, þá náttúrulega verður alltaf pressa á það að þetta fólk fá að tala rússnesku, það fá að læra rússnesku í skólum, halda rússneska siði og allt fram eftir göttunum og það myndi þjóðernissinnar í kringum Zelenský aldrei samþykja. Herðu, Hilma, við erum stundum að leika okkur að í samtölum til að sjá til hvort að Trump komi inn í öll samtöl við Rauðaborðið. Núna erum við aðra stöðu, nú er Ísland að gera gott mót í handbolta, þannig að handbolti kemst inn í alla umræðu. Fylgistu með handboltanum, Hilmar? Ekki að neinu viti, ég sé á Facebook og þú ert miklu duglegri í því heldur en ég. Ég veit alveg samt eitthvað hvað er að gerast. 3 landsliðsþjálfarar er það ekki sem eru frá Íslandi. Já, í undanúrslitum, 3 af 4. Já, 3 af 4, það er heldur sérstakt. Það er mjög sérstakt. Þannig að þú ætlar ekki að vera að horfa á Ísland sigra Dani annað kvöld? Mér finnst nú bara árangurinn hjá Íslandi, Íslendingar eru alltaf í þeirri þetta svo áfóðslega bjartsýni sko og þetta er gríðarlegt afrek sem þetta liðið búið að vinna frá land frá 400.000 manna þjóð, gríðarlegt afrek og minnstu við erum búin að gera miklu meira heldur en við getum ímyndaðar að setja að gera kröfu til þeirra. Þannig að þó þeir fái bara, hvað er 4. sæti sem þeir geta fengið, það væri afrek. Þeir eru ekki hvort Króatar, Þjóðverjar og Danir, þetta eru allt saman sterk lið sem hafa orðið heimsmeistarar. Það er afrek að hafa verið að koma þangað sem við erum komin. Mikið afrek. Mér leiðist alltaf þegar ef íslenska liðið tapar fyrir Króatum sem er gríðarlega sterkt lið eða Þjóðverjum eða Dönum sem hafa verið heimsmeistarar, þá leiðist manni sko hvað fólk verður eitthvað óánægt með það. Íslendingar hafa fengið silfurverðlaun á Ólympíuleikum, þetta er alveg ólíkt hvað þetta lið getur gert. Og þeir eru búin að gera miklu meira heldur en við getum ímyndaðar að geta gert kröfu til þeirra. Og svo náttúrulega algjörlega ólíkindum að 3 þjálfarar af 4 í úrslitum séu frá Íslandi. Mig grunaði að við fengjum einmitt svona fréttaskýringu handboltan frá realista í alþjóðapólitík sem er... Já, ég fylgir þeir ekkert með þessu, en ég finnst þetta alveg ótrúlegt afrek. Það kom í gegn að það hjá þeir, það er svona realíks sjónarmið til þess að hvernig við höfum að horfa á þetta. Það er ekki beint realísk. Já, ég meina 4. sætið er alveg algjört afrek. Já, algjört afrek. Herðu, áfram Ísland segir við og takk fyrir að kíkja við Hilmar Þór að ræða heimsmálin, nóg er af taka. Við kannski heyrjumst aftur bara í næstu viku. Sjáum til. Já, takk fyrir það. Takk hérlega. En við ætlum að sitja áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hann heim og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.